fundamenn. Ég hef þann heiður að hafa verið falið það verkefni af hálfu stjórnar Málfundafélagsins Frelsis og Fullveldis að setja þennan fund. En áður en ég geri það, þá vil ég bjóða ykkur sem heimamaður hérna í sveitarfélaginu hjartanlega velkomin á Seltjarnarnes og náttúrulega í Seltjarnarnes kirkju. Leyfi mér að minna á það og benda á það að Seltjarnarnes kirkja, sem nú arkitektúrelt snilldarverk, eitt af 3 helstu kennileitum hérna á Seltjarnarnesi. Hið elsta náttúrulega Nesstofa frá seinni hluta 18. aldar, eitt af gömlu steinhúsunum á Íslandi. Fögur byggingalist og það ekki langt síðan að þetta hús var tekið alveg rækilega í gegn og fyrir því stóð meðal annars sá þekkti arkitekt og leikari Þorsteinn Gunnarsson og það til heil bók þessa frábæru endurgerð á þessu mikilvæga og fagra húsi. Síðan náttúrulega það Vitinn, Grótta, og sem stendur náttúrulega í þessu fallega umhverfi, eins og náttúrulega allt bæjarfélagið hérna með þennan fagra fjallarhring og sjávarsýn og allt sem að heiti getur. Þannig að þetta eru svona þessi 3 helstu kennileiti á Seltjarnarnesi og ég ítreka mínar góðu óskir til ykkar og þakka ykkur fyrir að koma á þennan mikilvæga fund og ítreka það að ég býð ykkur hjartanlega velkomin. Við auglýstum þennan fund með ræðumönnunum Jóni Magnússyni. Jón Magnússon hæstaréttarlögmaður og náttúrulega mjög þekktur maður í íslensku samfélagi, líka fyrir sína stjórnmálaþátttöku. Og hann mikilvirkur í skrifum þjóðfélagsmál í fjölmiðlum og samfélagsmiðlum og vekur alltaf athygli það sem hann lætur frá sér fara. Í ráði var að sá ágæti sundgarpur og sundkappi Anton Sveinn McKee, sem áhrifamaður í ungliðarhreyfingu í ágætu stjórnmálaflokki hér með flokknum. En hann forfallaðist í miður, en við vorum ekki lengi átt okkur á því að þá væri þetta rétt að kalla til formann okkar góða Málfundafélags, séra Geir Waage, sem eins og við öll vitum satt þann merka stað Reykholt í minnstakosti 40 ár ef mér skeflast ekki og náttúrulega nafnkunnur prestur. Þannig að ég leyfi mér að segja það að við getum hlakkað til þess að hlusta á framsögur þeirra. Hafandi sagt þetta, þá segi ég þennan fund settan og áður en lengri haldið að þá þurfum við að kjósa hér fundarstjóra og fundarritara og ég ætla að bera hérna fram tillögu stjórnar Málfundafélagsins að Anna Björg Hjartardóttir verður kjörin formaður, verður kjörin fundarstjóri. Steipa Geir, já. Og að séra Arndís Ósk Hauksdóttir verður kjörin fundarritari. Bið ég menn að staðfesta kjör þeirra með lófataki. Ég þakka ykkur kærlega fyrir og þá bið ég þig, Anna Björg, að taka við stjórn fundarins, en ekki formennsku í félaginu. Allavega ekki í bili. En þakka þér fyrir, Ólafur, kærlega. Og mér langar að bjóða ykkur öll alveg hjartanlega velkomin á hana fund, sérstaklega það sem var sérlega mikil samkeppni út allan bæ af baráttufundum á sama meiði okkar, þannig að það er vel gert að þið komið hingað. Takk fyrir það. Við erum sett með 2 frumælendur hindi kvöld, séra Geir Waage og Jón Magnússon. En mér langar til þess að benda á að lokinni framsögu þá eru umræður fundagesta úr pontu. Og ég nefni það strax og að því að ég vil hvetja fundamenn til að taka til máls
Því það fyrst og fremst þáttaka fundargesta með öll sín áhugaverðu innlegg hérna sem gera þessa fundi frelsis og fullveldis einstaka. Það eru margir sem telja fundin okkar vera bestu málfundi landsins og ég tek alveg hjartalega undir það. Og svo þið vitið að þá þurfið þið bara að gefa ykkur fram, getið íhuga málið að taka til máls á eftir á mælendaskrá. Ég tek nöfni ykkar niður og annað sem að þeir sem ekki vilja vera í upptöku, það upptaka af fundinum, þeir sem vilja ekki vera í upptöku, þeir láta bara vita og þeir verða klipptur út eða, ég veit ekki hvort að Kristján slekkur á tækjum á upptökuvélinni en allavega það að sjálfsögðu bara eðlilegt mál að fólk vilja ekki vera endilega í upptöku. En þá ætla ég bara að bjóða velkomin Geir Woge að gjörðu svo vel. Fundarstjóri, heiðruðu fundarmenn, þeir sem kjósa á höfðudaginn hafa sínar forsendur fyrir því hvernig þeir verja atkvæði sín. Það eru allar gildar og vega jafnt þegar atkvæðin verða talin. Sumir verja miklum tíma á fyrirhöfn í að mynda sér skoðun, vanda sig. Aðrir nota mér finnst nú bara aðferðina og gjöra eins og þeim sýnist í svipinn. Atkvæðin eru jafngild. Aðrir eru reiðir og láta reiðina ráða fyrir sér og kunna raunar margir að hafa fullgilda ástæðu fyrir því. Mistu ef til vill eignirnar sínar í hruninu og finnst að þeir hafi verið barðir niður hverju sinni sem þeir hafa reist sig við síðan. Þeir sáu eftir íbúðinni sinni þegar hún var boðin upp í pakka sem fjársterk leigufélög keyptu svo með góðum kjörum, af því að þau sögðust ætla að vera óhagnaðardrifin. Og nú þurfa þessi sömu menn ef til vill að leigja hjá sömu leigufélögunum á ítrasta markaðsverði. Af því að þeir standast ekki greiðslumat og fá hvergi lán, sem þeir þó gætu betur staðið í skilum með heldur en leiguna, því leigan hærri heldur en afborganirnar væru. Í rauninni hefur fátt breyst í peningastefnu á Íslandi frá því fyrir hrun. Allt gengur út á að verja hag þeirra sem eiga, tryggja raunvexti af föstu og lausu fé, enda afkoma lífeyrissjóðanna þar undir líka og við Íslendingar búum að besta lífeyriskerfi veraldar eins og allir vita. Því eru vextir hér háir og halda uppi verðbólgu í landinu ásamt sköttum og álögum ríkis og sveitarfélaga sem að láta hagnað af sínum rekstri ganga fyrir öðrum skyldum sínum við velferð landsmanna. Ef ekki væri fyrir þessar tvær ástæður, raunvaxtastefnu og kröfu hagnað af rekstri opinberrar þjónustu, þá væru vextir og verðbólga líklega hér lægri heldur en víðast hvar í nágrenninu. Líklega þetta kjarninn í því sem vanmáttugt fólk kallar spillingu á Íslandi. Breikkandi og dýpkandi gjá á milli þeirra sem hafa og hinna sem hafa minna og víst það að varðstaða stjórnmálastéttarinnar kerfið bætir ekki úr. Því kjósendurnir kaupa á sig sama kláðan í kosningum aftur og aftur. Og stjórnmálafólkið með endurnýjað umboð braskar svo sín á milli með nýfengna eða endurnýjaða aðstöðu sína til góðra verka, eins og það heitir á máli nýkjörinna
alþingismanna eða hreppsnefndarfólks. Nú er liðinn rúmur aldarfjórðungur síðan nefnd allra stjórnmálaflokka á Íslandi skilaði áliti undir forystu Jóhannesar Nordal nauðsynlegar úrbætur á kvótakerfinu, en Hæstiréttur Íslands hafði krafist þess með dómi að það yrði lagfært. Síðan flokkarnir náðu hinni sameiginlegu niðurstöðu sinni hina færu leið, þá hafa þeir staðið saman að fara en ekki. Hafast ekki að. Láta það líða hjá. Raska ekki kerfinu. Það er líklega þetta pólitíska og félagslega tómlæti alþingismanna Íslendinga úr öllum flokkum. Varðstaða þeirra inngróna hagsmunagæslu íslenskra auðstéttar sem nærir og viðheldur reiði á meðal þjóðarinnar. Fyrir vikið eignast ekki ungt fólk af alþýðustétt þak yfir höfuðið, heldur neyðist það til þess að leigja á okurverði á hinu mjög svo frjálsa húsnæðismarkaði á Íslandi, þar sem fasteignum er haldið dýrum í öllu samhengi til þess að tryggja raunvexti af dauðu fé, og auðsæld aðstöðu stéttanna leynist fyrir vikið engum. Allt held ég að þetta reyti marga til reiði. Þessi ítarlegi formáli er tilraun mín til þess að skýra lýsandi ummæli sem oft er vitnað til, og ég hef oft heyrt vitnað til núna undanförnu í aðdraganda kosninganna á höfuðdaginn. Allt ríka pakkið á Íslandi ætlar að segja nei. Þess vegna segi ég já. Ég ætla ekki hér að leggja annað mat á þetta viðhorf umfram það að það er fullkomlega gilt. Það er fullkomlega gild ástæða fyrir atkvæði á höfuðdaginn. En það gerir þá hver og einn það sem honum sýnist sjálfum, þá og þegar. En hvað sem líður öllum vangaveltum, þá er rétt og skylt að halda því til haga að íslenska þjóðin ræður fyrir fullveldi sínu og getur kallað kjörna fulltrúa sína til ábyrgðar á verkum þeirra. Sjálf fer þjóðin með æðsta vald og ábyrgð á sínum málum. Hún getur falið að öðrum, eins og raunar liggur undið í kosningunum á höfuðdaginn, en slík ákvörðun er óafturkræf. Það tók Íslendinga 7 aldir það bil að komast út úr síðasta ríkjasambandi sem við vorum í. Ríkisstjórn Íslands hefur enn ekki birt þjóðinni nokkra greinargerð fyrir því hvaða hlut ríkisvaldsins og þar með fullveldi þjóðarinnar stendur nú til að framselja Evrópusambandinu, og hún hefur ekki gert þjóðinni heldur grein fyrir því hvern hún telur vera ávinningin af því. Hún hefur ekki kynnt þjóðinni hvaða breytingu á stjórnarskrá hún hyggst leggja til í þessu samhengi, eða hvaða mörk hún muni ekki fara yfir í framsali valdheimilda sem nú eru, guði sé lof, enn hjá þjóðinni. Það er með ólíkindum, finnst mér, að blásist hér til kosninga sem varða fullveldi þjóðarinnar án þess að nokkuð liggi fyrir þetta. Undir
eru yfirráðin yfir landi, fiskimiðum, auðlindalögsögu, vatni og orkuauðlindum, utanríkisstefnu og landamærum. Allt grundvallarforsendur fyrir sjálfstæði og afkomu þjóðarinnar. Engin trygging liggur fyrir það hvort nokkrar varanlegar undanþágir liggi fyrir eða sé í boði er taka til sérstöðu og grundvallar hagsmuna landsins. EES-samningurinn tryggir oss nú þegar fullan aðgang að innri markaði Evrópu og fjórfrelsinu sem margir hampa sem fjöregg væri. Ísland hefur gerst dýrmæta fríverslunarsamninga við lönd utan Evrópu, þar með talið til dæmis efnahagslegt stórveldi eins og Kína og rísandi hagveldi. Þeir samningar falla allir niður með aðild að Evrópusambandinu. Sem framvegis mun eitt gjöra slíka samninga fyrir hönd allra þeirra þjóða sem í bandalaginu eru. Aftur vík ég að því sem ég rakti í inngangi ræðu minnar hér áðan. ESB-aðild leysir ekki sjálfkrafa vanda af heimafenginni verðbólgu, vaxtastefnu eða ólestri í ríkisfjármálum. Þjóðin þarf eftir sem áður að kjósa sér forystumenn og bera ábyrgð á þeim. Líka láta þá svara ábyrgð af gjörðum sínum í kosningum eða þá ekki eins og reyndin hefur oftast nær verið. Framsal fullveldisins með inngöngu í ESB mun þó að öllum líkindum að lokum afsala Íslandi sjálfstæðri peningastefnu og krónunni og þeim úrræðum sem með hvoru tveggja hafa dugað oss hingað til að rétta af aftur eftir kreppur og áföll í þjóðarbúskapnum. Í þessu samhengi er vert að minna á það sem forðum var sagt, að árinni kennir illur ræðari. Samþykktum að hefja aðildarviðræður er ekki hlutlaus könnun á því hvað kunni að vera í boði. Hún yrði skuldbindandi gagnvart Evrópusambandinu og myndi marka pólitíska stefnu landsins aðild og binda stjórnsýslu landsins við það verkefni ófyrirsjáanlega framtíð með ófyrirsjáanlegum kostnaði. Að viðbættum þeim ríflega 100.000 ferkílómetrum sem Ísland ræður þjóðin 200 mílna auðlindalögsögu umhverfis landið, þar sem að finna mjög auðug fiskimið. Þannig skoðað Ísland ekkert smáríki og þegar við bætist lega landsins við flutningaleiðir á milli heimsálfa og af því leiðandi herfræðileg staða landsins, þá ekki lítið telt í þessum kosningum. Sjálfstæði íslensku þjóðarinnar dýrmætasta eign hennar og það grundvöllur frelsis hennar, afkomu hennar og fullveldis hennar. Stjórnarskráin með óskoruðum rétti til yfirráða yfir auðlindum lands og sjávar skyldi aldrei vera henni umsemjanleg. Aldrei skyldi Ísland verða falboðið. Það ekki til sölu. Í þessum orðum hef ég efnislega gert grein fyrir þeirri tillögu sem að lesin verður hér á eftir þegar framsögum lýkur
og borin verður undir fundin áður en honum lýkur. Ég þakka hversu stilltir menn eru og prúðir hér í salnum. Við þökkum Geir alveg kærlega fyrir þetta ávarp sitt. Næstur á dagskráni þá er Jón Magnússon og bjóðum hann velkominn. Fundarstjóri, góðir fundamenn, ágæti formaður, þakka þið fyrir stutt á góða framsögu, en þegar við ræddum saman í dag, að þá sagði ég við séra Geir að spurningin væri það hvor okkar er það undan og þá með svona stuttan inngang og hver er þið síðan og eftir með lengri og leiðinlegri ræðu. Og hann sagði að það fjalli þá í minn hlut þegar ég væri miklu betri í því að flytja langar og leiðinlega ræður heldur en hann. Ég hef ekki getað innt fyrir sóknarbörn séra Geirs eftir því hvort að þetta sé rétt hjá hann. En mér fannst það nokkuð athyglisvert þegar ágætur vinur okkar, Ólafur Íslefsson, byrjaði á því að setja fundin hér áðan, að þá fetaði hann nokkur í fótspor ágæts nafna síns, Ólafs Ragnar Grímssonar, sem sagði jafnan þá til hann voru bent á það. Þegar Ólafur Íslefsson kom þá sagði hann, ég ætla að setja fundin en áður en ég geri það, þá ætla ég að gera þetta, en það var sagt Ólafur Ragnar Grímsson, okkar ágæta vin og sá sem að stendur svo einna best í þessari orrahríð og kosningabaróttu, enda andstæðingarnir mjög hattramir. En Ólafur sagði gjarnan á ákveðnu tímabili, áður en ég tek til máls ætla ég að segja nokkur orð. Og þannig bara var það. Nú við erum komin að lokum ákveðnar kosningabaróttu sem hefur margt verið sérkennileg. Hún hefur verið sérkennileg fyrir það atriði að þeir sem að vilja ólmir segja já á kjördag hafi sjálfur sér fært mjög lítil rök fyrir því hvaða hagsmunir séu þar í húfi fyrir íslenska þjóð annað en að hafa gjaldmiðlaskipti. Og það að það megi losna við krónun og taka upp evruna, að það megi vera allra meina bót í þessu sambandi. Nú síðan er tínt til ákveðin atriði, eins og það að það sé auðveldar að fá lán, greiðslumatverði með öðrum hætti og annað í þeim dúr, sem er ekki á rökum reist. Nú ég ætla að benda ykkur á eitt atriði sem er mjög athyglisvert og við skulum hafa í huga. Að núna í Kastljósi var drottningarviðtal við Þorgerði Katrínu Gunnarsdóttur. Sérstakur fréttamaður í Brussel hefur komið með fréttir vilhallar þeim sem ætla að segja já á kjördegi á hverjum einasta degi, stundum oftar en einu sinni á dag. Og við erum að horfa núna, semst við getum hort á Silfur Egils þegar við komum með silfrið eins og það heiti núna, þegar við komum heim og áttað okkur á því með hvaða hætti valið er á þann vettvang og hverju stjórna og hvaða hagsmunar verið að gæta. Þannig að við erum að berjast að mörgu leyti eins og Davíð við Golíatforðum. Davíð hafði sigur og við skulum stefna því að það verði þannig. En hver er ávinningurinn við þessa aðild? Það er spurningin sem við þurfum að velta fyrir okkur. Það er að segja ávinningurinn umfram það að vera EES þjóð. Nú ætla ég að taka það fram að ég tel að EES samningurinn sé að mörguleiti gallaður, það þurfa að uppfæra hann vegna þess að hann er svona kominn til ára sinna og það hefði mátt gera hlutina sem sagt betur meðal annars með tilliti til fullveldis ríkisins og það hvort hann standist í raun ákvæði stjórnarskrár lýðveldisins Íslands.
Ég tel það vera verulega mikla spurningar. En grundvallar atriðin í sambandi við það sem við þurfum að hafa í huga, það er það að átt okkur á því að ESB ríkjasamband sem stefnir á því að verða sambandsríki allra aðildarþjóða í Evrópu. Evrópusambandi hefur aldrei farið í grafgötur með það að meiningin og vilji bandalagsins sé það að stofna sambandsríki Evrópu sem nái alla Evrópu, taki til allra þjóða Evrópu. Það var aldrei verið leyndarmál. Og það var aldrei verið leyndarmál að þó að ríki segi nei, að þá boðið upp á aðild síðar, samanber Noregur. Og þannig verður það einnig hér að þó við sigrum á laugardaginn kemur, sem ég vona svo innilega við gerum, að þá þurfum við samt að halda áfram að vera á verði. Bretar reyndu í áratugi að laga hlutina, það gekk ekki. En hvað myndi það kosta okkur og hvaða hagsmunir í húfi við það að gera aðilar? Nú Ragnar Árnason, prófessor emeritus og fleiri hafa reiknað út og komist þeirri niðurstöðu að það myndi kosta greiðslu til ESB umfram það sem við fengjum tilbaka 50 milljarða á ári. Sumir nefna hærri tölu. 50 milljarðar á ári. Það eru 500 milljarðar á 10 árum. Og hvað er hægt að gera við þetta fé? Og það þarf ansi mikla hagsmun að vera til þess að gangast í gangi björg með ESB og þurfa að greiða með okkur sem þessu nemur. Annað atrið sem þarf að hafa í huga það er það viðskiptasamningar sem við hefum gert við aðrar þjóðir og okkur mikilvægir myndu falla úr gildi. Í þriðja lagi myndum við taka allt regluverk ESB upp í íslenska löggjöf með ef til vill nokkrum tímabundum undanþágum í sjávarútvegi og landbúnaði og við myndum taka upp reglur ESB fiskveiðar og fiskveiðistjórnun. Og í því sambandi hefur verið dreift falsfréttum það að við eigum möguleika að ná svo miklum undanþágum, svo miklum breytingum. Og hvernig hefur það verið með þær þjóðir sem hafa sótt aðild og viljað halda og hafa einhverjar breytingar eða breytur varðandi það atriði? Niðurstaðan er allstaðar svo að möguleikarnir eru mjög takmarkaðir. Þá er yfirleitt miðað við auðlindalögsögu alltaf 6 mílur og það er mismunandi langur tími hvað þjóðir geta fengið undanþágu og það er alveg sama hvort það var Svíþjóð, Finnland, Danmörk, Bretland, Spánn, Malta. Allar þessar þjóðir þurftu að sætta sig við það að lúta sameiginlegri fiskveiðistjórnarkerfi Evrópusambandsins með ákveðnum tímabundnum undanþágum varðandi veiðar sérstaklega í eigin landhelgi. Það var það sem var boðið. Ef menn halda því fram og halda virkilega að það verði eitthvað betra fyrir okkur, að þá er það mikill misskilningur. En á því byggist meðal annars hugsunin það að það sé mögulegt fyrir okkur að gerast aðilar að Evrópusambandinu. Að því við fáum svo góðar og fínar undanþágur frá því regluverki sem að Evrópusambandið sjálft búið að segja þetta á ekkert að breytast. Í gær þá sá ég það, gærkvöldi, að það var verið að dreifa auglýsingamynd af ungu fólki þar sem sagði að það fengi ekki greiðslumat en með því að segja já að þá myndi þetta allt verða auðveldara, það fengi greiðslumat og gæti keypt sér þak yfir höfuðið. Þegar það mál er nánar skoðað og þetta þekki ég vel vegna þess að ég starfaði mjög lengi að neytendamálum. Þessi atriði varðandi greiðslumatið koma á grundvelli regluverks Evrópusambandsins. Allar grunnreglurnar varðandi greiðslumat koma frá Evrópusambandinu. Við tökum það upp og við getum gert ákveðnar breytingar þannig að það er í raun forsætisráðherra og utanríkisráðherra eftir atvikum að gera breytingar til hagsbóta fyrir ungt fólk en það hafa þeir ekki gert. Það eru ákveðnir möguleikar en takmarkaðir þó vegna þess að Evrópusambandið býr til umgjörðina og það er þess vegna sem að ungt fólk er læst og fær
er að borga háa húsaleigu miklu hærri heldur en það sem greiðslumati nemur og hérna fær nei þegar það vill fjárfesta íbúð. Og þetta náttúrulega gengur ekki, þetta er bara rugl. Þannig að sko þar fyrir utan þurfti nú ekki annað en mjög einfalda leið til þess að átta sig á því að fasteignaverð til dæmis í Stokkhólmi og Kaupmannahöfn á sambærilegum eignum er hærra heldur en í Reykjavík. Og hvaða ávinning er þá verið að vísa til? Jú, hugsanlega það séu betri lánakjör. Og það er nú einu sinni þannig að það er ekkert eins víst varðandi framboð og eftirspurn en verð á peningum. Eftir því sem eftirspurnin er meir eftir peningum, þeim mun hærri verða vextirnir. Það er að segja við erum náttúrulega með ákveðin vandamál þar sem að sonur Jóns Bjarnasonar stendur fyrir í Seðlabankanum og ég er ekkert að lága honum það, þeim sá mikli ágætismaður, en það er bara ákveðin trúarbrögð í íslenska stjórnkerfinu, íslenska fjármálakerfinu að búa til ákveðina stýrivexti og það er í sjálfu sér ákveðið sjónarmið. En við erum með vandamálið ekki vegna seðlabankastjóra. Hann hefur meira að segja gagnrýnt hvaða aðila þá sem eru að ríða hagkerfin á slig. Og hverjir eru það? Með lántökum, endalausum lántökum. Það er ríkið og það eru sveitarfélögin. Og vegna þessa, kannski fyrst og fremst gerist það verkum á Íslandi, er eftirspurnin eftir fjármagninu svo miklu meiri heldur en framboðið og verð á peningum verður hærra. Við skulum athuga einn hlut í þessu sambandi. Við erum búin að vera aðilar í EES að almennum fjármálakerfi Evrópu. Það getur hvaða banki sem er komið hér og stofnað útibú. Það getur hvaða tryggingafélag sem er komið og stofnað hér deild eða útibú. Tryggingafélög hafa komið með minniháttar starfsemi en það er engin viðskiptabanki sem hefur komið hingað til að bjóða betri vexti heldur en þeir bankar sem fyrir eru að bjóða. Engin. Og við erum ekki með einhvern EES-samning sem er nýlega sprottin og orðin til. Við erum að tala um áratuga. Þetta er 33 ár síðan þessi samningu var gerður. Og það hefur ekkert gerst hvað þetta varðar. Það er engin banki komið til með að vera í samning. Hvorki fyrir hrun, í hruninu, nýja eftir hrun. Og það segir ekkert annað en það að þessar fjármálastofnanir meta það ekki þannig að það sé eitthvað gríðarlega eftirsóknarvert að koma hér til þess að bjóða upp á neytendalán á húsnæðismarkaði. Því miður. Því ég vildi svo gjarnan að svo væri raunin. Og við fengjum hagkvæmari vexti. Þannig að meir og minna er verið að stíga tóninn á fölskum nótum. Nú við skulum skoða í pakkan og við skulum athuga ákveðin hlut sem heitir þjóðríki. Og þar erum við með ákveðin hlut sem að menn hafa haldið fram og sagt að væri bara liðið undir lok og ætti bara að heyra sögunni til. Bæði stjórnmálamenn, alþjóðasinnar og Evrópusinnar í Bretlandi og vítt og breytt álfuna héldu þessu fram. Og það var meiningin að þurrka út landamærin, gera þetta allt saman einfalt og hvað gerðist síðan? Þetta gekk allt mjög vel að reyna að afmá þjóðríkið. En svo kom allt í einu COVID og þá spruttu upp landamæri. Og síðan hefur verið mismunandi stefna í innflytjendamálum og það var sprottið upp landamæri sem segir okkur það að þrátt fyrir það að vilji ESB sé að útrýma þjóðríkinu sem slíku, þá er samt enn römm sú taug. En við eigum ekki að sækjast eftir því að fara í bandalag með þjóðum eða með sambandi sem við umfram allt komum í veg fyrir að þjóðríki fá að standa. Við skulum gera okkur grein fyrir því að Jón Sigurðsson forseti, frelsisetja Íslendinga, hann setti það sem meginatriði hver væri hinn þjóðréttarlega staða Íslands.
Hans barátta snerist að hinn þjóðréttarlega staða Íslands væri frjáls þjóð en ekki hluti af Danaríki. Nú síðan, af því að það nú atriði sem að kemur að heiti þessa félags, frelsi og fullveldi, að þá hefur fullveldið verið dregið inn í umræðuna og forseti lýðveldisins fyrrverandi kom fram og talaði eins og það að fullveldi væri eitthvað fljótandi hugtak, eitthvað sem að væri ekki algilt, heldur sem að menn getur bara pikkað upp úr poka eins og hérna jáhreyfingin talar að opna pakkan og það væri fullveldi gilti þetta á einum stað og annað á einhverjum öðrum. Og svo merkilega vildi til að Davíð Þór Björgvinsson prófessor talaði mjög á svipari línu og það kom mér á óvart vegna þess að Davíð Þór Björgvinsson hefur meðal annars verið álitsgjafi til ríkisstjórna í ýmsum tilvikum þar sem að verið hefur fjallað fullveldið og þar sem hann hefur gert það með öðrum hætti heldur en þarna. Og við skulum athuga það að þegar að mælt var fyrir sambandslega frumvarpinu 1918 þegar Ísland var frjálst og fullvalda ríki að þá sagði frummælandinn: þetta frumvarp sem byggt á viðurkenndum rétt íslensku þjóðarinnar til þess að skipa öllum sínum málum eftir vild felur fyrst og fremst staðfesting og viðurkenningu sjálfstæðis fullvalda íslenska ríkis í sambandi við Danmörku sama konung. Það fór ekkert á milli mála hvað við verða að semja Nú þá sagt, já en við erum búin að afsala okkur fullveldinu. Og hvenær gerðum við það? Og með hvaða hætti gerðum við það? Og það sagt, já, við erum í Sameinuðu þjóðum, NATO og við erum í norrænu samstarfi. Og lútum við ekki alþjóðareglum varðandi flug og fiskiskip og siglingar á höfunum? Jú, þetta í sjálfu sér allt rétt. Það ekkert fullveldis framsal í sambandi við Norðurlöndin, ekki neitt. Það var ekkert með það að gera. Í NATO ekkert fullveldis framsal af okkar hálfu heldur. Ekki heldur í sambandi við varnarsamningin við Bandaríkin. Og hvar þá fullveldis framsalið? Jú, við höfum samþykkt að lúta alþjóðlegum umferðarreglum. Þannig að við erum ekki á því að flugvélar íslenskar sem fljúga til London eigi að segja nei þegar flugmálastjórinn segir þú lendir á braut númer 0224 eða hvað heitir, að lenda þá á 31 eða eitthvað þess áttar. Við lútum almennum umferðarreglum. Við verðum að gera hluti í samskiptin þjóðana og það hefur okkur ekkert með fullveldi að gera. Hvað grundvallar inntakið í fullveldinu? Grundvallar inntakið frjáls þjóð, sjálfstæð þjóð sem býr til sín eigin lög. Hefur sem sagt eigin lög, hefur vald yfir því hvað eru lög í landinu og hefur vald yfir því að skipa dómara og skipa almenn lög réttarkerfið og það að dómstólar séu sjálfstæðir. Með aðild að Evrópusambandinu þá fordjörfum við þessu báðum hlutum. Það að segja lagasetningarvaldið fyrir að verulegu leyti úr landi. Ekki bara það, heldur Evrópudómstóllinn okkar æðsti dómstóll í fjöldamörgum málum, í verulega mörgum málum. Og þetta afturkræft, getum við sagt á þriðjudegi, já nú gildir þetta ekki lengur, við ætlum að taka lagasetningarvaldið og dómsvaldið aftur í okkar hendur. Og svarið nei, þið verður þá að ganga úr ESB. Og hvernig skildi það nú ganga? Hvað tók það stórveldið Breta langan tíma og með hvaða kjörum og hlutum var hægt að ganga frá því? Það var nú heldur betur að það gekk illa. Nú, við höfum ýmsar skýringar fræðimanna. Ólafur Jóhannesson, heitinn prófessor, hélt því fram að það væri mjög viðtækar reglur sem giltu varðandi fullveldið og þær væru, Ísland gæti enga miðað við ákvæði stjórnarskrár, þá gæti Ísland raunverulega enga alþjóðasamninga gert.
Í sjálfu sér má segja það að þessi rök Ólafs Jóhannessonar séu rétt. Það er að segja að meðan 21. grein stjórnarskrárinnar í gildi að þá eru möguleikar til framsalsvalds mjög takmarkaðir. Samt sem áður höfum við gert það og það er eitt sem við þurfum líka átt okkur á í sambandi við EES-samningin. Þvert á það sem ýmsir halda fram að íslenskir dómstólar hafi sætt sig við og samþykkt það að stjórnskipulega væri ekkert í til fyrirstöðu að EES-samningurinn væri gildi. Þá hefur í raun aldrei reynt á þá spurningu fyrir Hæstarétti Íslands. Í þau 30 ár rúm sem að EES-samningurinn hefur staðið, þá er aldrei komið spurningin það stjórnskipulegt gildi EES-samningsins. Þá komið spurningar það að spurningar sem eru eðlis ólíkar, en aldrei reynt á spurningunum það, til dæmis ef að fyrirtæki væri skylda til einhverju hluta sem að það neitaði, og spurningin væri það að það er farið í mál af eftirlitsstofnun EFTA varðandi það atriði, þá myndi reyna á þessa spurningu, en það hefur aldrei reynt á hana. Þannig að við í raun getum verið með svona einhverju skólaspeki og velt fyrir okkur hvort þetta sé rétt eða rangt. Ég tel að álit fjórmenninganefndarinnar svo kölluðu sem á sínu tíma voru kallaði til að gefa álit það hvort að það stæði stjórnarskrá að gera EES-samningin eða ekki. Ég tel að það standist ekki og þetta hefði verið illa staðið þeim málum, en það var gert fyrir því, jafnvel þó það kemur fram á það harðar gagnrýni. Yngri fræðimenn hafa síðan komið fram og velt þessu fyrir sér og það hafa komið til umræður og álitsgerðir vegna þess að EES-samningurinn sem að gerða var 1992 er ekki sama fyrirbræðið í dag eins og það var þegar við gengum í EES. Og hvað hefur breyst? Jú, við höfum gerst aðilar að Schengen. Það voru kallaði til Davíð Þór Björgvinsson og Björg Þórarinsson sem unnu skýrslu varðandi aðildina Schengen og komist á ákveðinni niðurstöð. Nú síðan var það framkvæmt samkeppnisreglna, evrópskt fjármálaeftirlit, viðskiptakerfi EES, 3. orkupakki. Þetta allt saman hefur komið til viðbótar og það er athyglisvert að skoða hvað Björg Thororensen hefur þetta mál að segja, núverandi hæstaréttardómari. En Björg telur augljóst að framsal valds þegar það sé virt heildstætt fari ekki lengur fram á afmörkuðu sviði og þannig séu stjórnskipulegar forsendur fyrir samþykki EES-samningsins frá 1992 brostnar. Það er ekkert annað en það. Þetta segir þessi virti dómari og fræðimaður og hún segir spurning sem við stöndum frammi fyrir er þessi: getur fullvalda ríki afsalað sér fullveldi sínu með óafturkrættum hætti án þess að fullveldi sé þar með liðið undir lok? Og að sjálfsögðu kemst hún á rökréttri niðurstöðu með það að svo er ekki. Nú það er gert lítið úr þessu núna og það er rétt að segja að þetta sé með einhverjum öðrum hætti heldur en það raunverulega er. Og í því sambandi þá skulum við ekki gleyma heldur það sem að helstu svona stjórnendur Evrópusambandsins hafa sagt og ekki dregið dul á það og þeir hafa sagt: ef að þið viljið njóta reglna Evrópusambandsins þá verður þið bara sætt ykkur við það að taka öllum pakkanum því það er engin rós án þyrna. En alveg eins og menn geta valið það hvort þeir taka upp pakkan eða ekki, eða finnst hann girnilegur, að þá geta menn líka valið það hvort þeir stinga sig á þyrnunum á rósinni. Og það er nú einu sinni þannig eins og maðurinn sagði: á hverju í ósköpun má ég vera að skoða hús sem ég langar ekki til að sjá og mér dettur ekki í hug að búa í? Hvernig var það með Jón Baldvin Hannibalsson sem sagði: hver fer inn í brennandi hús? Síðan kemur hann núna og hættur að vandræðast með það. En þá er spurningin, var eldurinn einhvern tímann slökktur? Var eldurinn sem Jón Baldvin var að tala var hann einhvern tímann slökktur? Og svariði nei. Ef eitthvað er, þá verður þetta gerst ennþá magnara heldur en það sem að Jón var að tala um.
Og það sem að verið að tala og reyna að tæla okkur í, að það eins og varðandi fjölskyldu sem býr í fjölbýlishúsi og hún samþykkir það að aðrir geti komið þess vegna inn í íbúðina þegar þeim listir og sagt sér við það að hvað sé í matinn og hvernig veggirnir sé á litin. Það í raun það sem að ræða. Ef að við gerumst aðilar ESB, þá hafa allar aðildarþjóðir ESB leyfi til að koma hér inn hvenar sem þeim hendar. Og það það sem að ég vil ekki sjá og ég bara neita að horfa á að geti verið og átt að vera gildi í þessum þjóðríki, að við sættum okkur við það að fordjarfa því fullveldi sem að menn börðust fyrir aldir. Og það, svo ég vísa nú til prestana, það fyrir einn baunadisk, eins og mér minnir að þeir bræður í árdaga Jakob og Esau, ef maður rétt, hafi verið að vandraðast með, að þegar að Esau kom að veiðum og Jakob var kænn og sagði allt í lagi, ég með eitthvað að borða fyrir því og Esau var svangur, en þú færð það ekki nema ég fái fullveldisréttin. Hann orðaði það að vísaðu. Og Esau var svangur og sagði allt í lagi, drifðu bara í þessu, gef mér að borða, ég kláraði þetta. Þetta svona dæmi fyrir okkur, ætlum við að afsala okkur fullveldisréttinum í vonum einhvern tímabundin hugsanlegan ábata í augnablikinu. Og það gengur ekki. Á sínum tíma var til skáldkona sem var kölluð Hulda og sem að samdi ljóðið Hver á sér fegra föðurland. Og hvernig endar það ljóð? Hvernig lýkur því? Og það skulum við hafa í huga þegar við tökum ákvörðun í kjörklefunum á laugardag. Þessu ljóði lýkur með þessu, svo aldrei framar Íslands byggð sé öðrum þjóðum háð. Takk fyrir. Já, við þakkum Jóni kærlega fyrir þessa framsögu sína. En áður en að kemur að umræðanum, þá ætlar Ólafur Ísleifsson að lesa upp ályktun stjórnar. Gjörðu svo vel, Ólafur. Já, frú fundarstjóri. Já, frú fundarstjóri. Stjórn félagsins hefur falið mér að gera hérna grein fyrir þeim texta sem að hún hefur komið sér saman að leggja fyrir fundin sem tillögu að ályktun fundarins. Með það fyrir augum að hún verði samþykkt í lok fundar. En hún hljóðar þannig: ályktun félagsfundar málfundarfélagsins Frelsis og fullveldis haldin 24. ágúst 2026 í safnaðarheimili í Seltjarnarneskirkju. Og svo eins konar yfirskrift: stöndum vörð frelsi og fullveldi, segjum nei 29. ágúst. Og þá hér texti ályktunarinnar. Félagsfundur málfundarfélagsins Frelsis og fullveldis hvetur landsmenn til að svara nei í þjóðaratkvæðagreiðslunni 29. ágúst 2026. Fullveldi felst í því íslenska þjóðin fari sjálf með æðsta vald í eigin málum og geti kallað kjörna fulltrúa sína til ábyrgðar. Aðild að Evrópusambandinu fæli í sér að valdheimildir á mikilvægum sviðum færðust til stofnanasambandsins og Ísland yrði bundið af sameiginlegum ákvörðunum. Ekki liggur fyrir heildstæð greinargerð ávinning af aðild, hvaða ríkisvald kynni að vera framselt, hvaða stjórnarskrárbreytingar stjórnvöld telji nauðsynlegar eða hvaða mörk þau hyggist ekki fara yfir.
Fundurinn telur ekki rétt að hefja aðildarviðræður meðan svo mikilvægum spurningum er ósvarað. Yfirráð yfir fiskimiðum, landi, vatni og orkuauðlindum, utanríkisstefnu og landamærum eru grundvallarþáttur í sjálfstæði landsins. Við ESB-aðild yrði Ísland þáttakandi í sameiginlegri stefnu sambandsins, meðal annars í sjávarútvegi, landbúnaði og viðskiptum. Engin trygging liggur fyrir varanlegar undanþágur sem taka til sérstöðu og hagsmuna Íslands. EES-samningurinn tryggir Íslandi þegar aðgang að innri markaði Evrópu og fjórfrelsinu. Ísland getur jafnframt gert fríverslunarsamninga og mótað eigin stefnu. ESB-aðild leysir ekki sjálfkrafa vanda verðbólgu, vaxtastefnu eða ríkisfjármálum. Upptaka evru yrði hvorki tafarlaus né án skilyrða. Hún fæli í sér að yrði Ísland að Ísland afsalaði sér sjálfstæðri peningastefnu og möguleikunum á sértækum viðbrögðum við ytri áföllum. Samþykkt að hefja aðildarviðræður er ekki hlutlaus könnun á því hvað kunni að vera í boði. Já, markar pólitíska stefnu aðild og bindur stjórnsýslu landsins við það verkefni ófyrirséðan tíma. Sjálfstæði þjóðarinnar er dýrmætasta eign hennar og grundvöllur frelsis hennar og fullveldis. Stjórnarskráin með óskoruðum rétti til yfirráða yfir auðlindum lands og sjávar skal aldrei vera umsemjanleg. Og þannig hljóðar þetta og ég þakka fyrir gott hljóð. Hér á að standa segja nei. Ekki svara. Þetta hefur slasast inn í... Ég las textan eins og hann var, en ég er alveg hjartanlega sammála. Það heyrðu þetta allir, þessa ályktun, og í lok fundarins þá verður gengið til atkvæðagreiðslu hvort að ályktun verður samþykkt. Og nú er komið að því að það er opin mælendaskrá og fyrstur er Halldór Gunnarsson. Gjörðu svo vel. Já, þú ert fyrstur. Þeir eru ætlar að láta græjurnar á hvern einan stað eða? Það bara að láta það fór frá. Já. Halló. Er þetta í... Þeir eru þess að hátt róm og það heyr allir. Þarf ég að tala í þetta? Fundarstjóri, góðir fundarmenn. Mikið gleður það mig að sjá ykkur hér, félaga í frelsi og fullveldi, á þessari ögurstundu þegar við stöndum frammi fyrir því að ganga til kosninga á komandi laugardegi, höfuðdegi. Ég vil sérstaklega þakka framsöguræður sem að ég fagna að innan vonandi 2 daga þá muni þessar framsöguræður ásamt ræðum okkar hér í kvöld birtast á YouTube og ég bið ykkur að taka eftir því sem ég segi. Það geta allir farið á YouTube og leita þar að frelsi og fullveldi og fundið málfundafélagi frelsi og fullveldi og þá birtast þessar framúrskarandi tímamótaræður sem hér voru fluttar ásamt þeirri tillögu sem hér var lögð fram. Ég vil leggja út af því sem að mér svellur í brjósti gagnvart. Þegar ég undanfarið hef hlustað á okkar forseta fyrrum Ólaf Ragnar Grímsson fara
hamförum með rökum og málflutningi sem ekki er hægt að mótmæla, og jásinnar og ríkisstjórnin og þetta fólk, það lyppast undan þessum orðum hans og fer úr einu vígin í annað, og strax í kjölfarið kemur Ólafur Ragnar Grímsson og hrindir þeim nýja málflutningi burt og gerir síðan grein að aðal áhrifavaldi jáliðsins leikurum. Og hvers vegna segi ég þetta? Hvar er forseti okkar? Hvar er forseti okkar í dag? Forsetinn sem klæðist þjóðbúningi og hefur einu sinni komið fram og talað þannig að ég skildi stöðans að segja að við skulum vera róleg í umræðunni, við skulum ekki hafa sterk orð, við skulum vanda okkur og það eru fleiri möguleikar eftir. Þessi orð voru með þeim hætti að ég gat ekki fyrirgefið þau, en verð þó að gera vegna þess að þeir sem lögðu planið, þeir sáu það fyrir að það skyldi með öllum ráðum útiloka að forseti Íslands kæmi í umræðuna með því að samþykkja tillöguna að endurnýja umsókn í þingsályktunartillögu sem ætti ekki að hafa nokkurt gildi að kalla þjóðina til atkvæðagreiðslu. Þjóðin á að eiga kost á því að sækja vörn sína til forseta Íslands og krefja forseta Íslands að vera í fararbroddi í svo miklu alvöru máli sem hér er að ræða. Það er öfug stund sem við stöndum frammi fyrir. Hvers vegna birti ég mig með þessum hætti? Vegna þess að ég er hræddur, horfandi í augu við það umhverfi sem ég er í, gagnvart mínum ættingjum sem segja við mig brosandi: það hefur ekkert breyst í 13 ár. Það getur ekkert versnað. Það hefur ekkert verið gert til þess að laga það ástand að við getum keypt íbúð. Við erum í þeirri stöðu að við erum að uppskera það að hafa eignast hús yfir höfuðið, vinna dag og nótt bæði, hjón í þessu tilfelli, og reikna það síðan út, segir sonur minn verkfræðingurinn, að ég muni vera búin að borga þessa íbúð líklega 4-5 sinnum. Og ég sé engan möguleika á því, segir hann, að börnin mín geti farið þessa leið. Eigum við ekki að rétta á því að kíkja í pakkan? Kíkja í pakkan. Kíkja í pakkan. Það er aðal málflutningur þess fólks sem kemur fram núna að segja já og sjá og fara fram hjá öllum aðalatriðum sem voru rakin hér með stórkostlegum hætti í stórkostlegum framsöguræðum sem ég þakka fyrir. Já, eldklerkurinn hefur lokið máli sínu. Þannig Halldór er það alveg með sanni. Já, heyriði betur svona. Okay. En ég held að þið heyrt það að eldklerkurinn hefur lokið máli sínu. Búið að ræða mikið bæði Jón og svo núna séra Halldór íbúðaverð og hvað það sé mikilvægt að
komast í ESB til þess að ungt fólk geti nú keypt sér íbúð, en það er nýlega búið að birta samantekt í Dagens Nyheter þar sem að það var skilgreint að ungt fólk, svona milli 20 og 30 í Stokkólmi, bara í góðri vinnu, það getur keypt sér íbúð sem að er 1,9 fermetrar að stærð. Og aftur á móti, ef við komum til býr í Gautaborg, þá getur það keypt sér luxusíbúð 3,4 fermetra. Það er nú alls sælan. Aðalmálið þar er bara að fá leiguíbúð. Og fólk býður árum saman eftir að komast til leiguíbúð. En næstur á mælendaskrá er Jón Bjarnason, gjörðu svo vel. Já, góður fundarmenn. Það er ánægjulegt og styrkjandi að vera hér með ykkur og hlusta á öflugar framsöguræður. Ég er nú ekki sami ræðiskurungur og vinur okkar Halldór Gunnarsson sem er nú afar sterkur og góður ræðumæður. En það sem ég langar til að segja er að ein ástæðan fyrir því ég er hérna með ykkur er þessi kona hér. Hún einn morgun fyrir nokkur síðan, þá hringdi hún í mig snemma dags. Fyrir svo gamla menni sem mig, nokkuð snemma dags, allavega vel fyrir hátíð. Og hann fór til Svíþjóð og segði mér, Jón, mig dreymdi þig í nótt. Nú er ekki tengst okkar önnur en þau og ágætt að ég sem ungur maður leysti föður hennar af í kennslu í Hafnarfirði á sínum tíma. En erindið hennar var að segja að hún hefði átt svo skemmtilega göngu með mér niður Laugaveg og Bankastræti og þar hefði fólksstraumurinn og það sem mætti þar snúi við og við höfum að gengið saman til sigurs. Og ég segi, þetta er nú fallegur draumur hjá hana. Og svo bætum við ekki bara að koma og segja drauminu og ávarpa okkur aðeins á fundi sem við ætlum að halda hér í þessari kirkju. Og ég sagði bara, sjálfsagt. Ég má eiginlega til mig að byrja þetta á þessu, því að eins og við vitið þá var ég ekki að kynna það að ég var ráðherra á þessum árum 2009 til 2013. Ég er búinn að kíkja í alla mögulega pakka og það er búið að tengja yfir mig öllu mögulegu hvað það varðar. Og ég get sagt okkur það að þetta er náttúrulega einhver jólapakkar sem hann er á ferðinni, en þeir geta verið skrautlega búnir og geta verið spennandi að við veikjarja fólk að kíkja í þá. Það væri svolítið fróðlegt en við einhver myndi spyrja Össur Skarphéðinsson, því að hann hefur nú dultið hátt núna þessa dagana, hvers vegna hann stöðvaði spilumsólina. Ég minnir að það væri í febrúarbyrjun 2013 að þá kemur hann með erindi, þá var ég ekki lengur í ríkisstjórn og þá kemur hann með erindi inn og leggur til að umsóknarferlinu sé hægt. Og það var samtidig og það var gert sem var hlé á þessu. En staðreyndin var svo að í desember 2012 þá var stöðvað í utanríkismálanefnd samningskaflinn dýravelferð og dýravernd. Þar sem Evrópusambandið krafðist þess að fá að vera með frjálsan innflutning á lifandi dýrum. Við gerum þetta sérstæðin í samningin og við getum heldur ekki verið með okkar eigin heilbrigðisvarnir eða sjúkdómavarnir á innfluttum matvælum. Og þetta finn ég ekki á og sendi þennan samningspakka tilbaka
og þá var viðræðum endanlega slitið. Þar voru nokkra víkornastrandi í landbúnaðar- og sjávarútvegsmálum þar sem ekkert átti að gefa eftir í þeim efnum og Alþingi hafði á þeim tíma sett afar skýr mörk það hvað mætti semja og hvað mætti ekki semja og hvar væri þau rauðu strik. Það öðruvísi núna, sinni. Jú, fara þessa, hún er nóna álættir. Ok, það fyrir það nú en það ólíkt núna að núna engin rauð strik sett í þar sem að ríkisstjórnin með. Heldur fær hún bara opinn pakka, hún fær bara opinn og hún að kalla eftir því að mega bara fara í opnar viðræður á nokkara skilyrða. Og alltaf sér að setja síðan skilyrðin eftir á, en það eins og við vitið að þegar við erum komin út í svona þá setjum maður engin skilyrði eftir á eftir maður er komin úr rennabrautina. Það listum við svona mannir að þetta væri svipað eins og færið hringekju og svo fær hún alltaf hratt og mann eru óglatt en þá væri ekki svo þægt að hoppa af þó maður fyrir að guppa. Og þannig verður með ferðina þá. Það sem við getum núna gert er bara að fjárfa okkur saman og hvetja alla í kringum okkur til þess að segja nei á laugardaginn. Það gríski ráðherrann lýsti því einu sinni þegar Grikkland lenti í fjárhagshremmingunum að Evrópusambandið væri eins og Hotel California. Þið hafið heyrt þetta flotta lag eftir The Eagles. Þau að Welcome to Hotel California syngja þeir. You can check in at every time, but you can never leave. Og við hlusti á þetta ágæta lag og texta The Eagles Hotel California þegar hann lýsti þessu gríski fjármálaráðherrann þegar Grikkland þurfti að selja alla sínar eigur til þess að standa skil og skuldunum við evrópska seðlabankann. Þá sagði hann að þetta væri svo Hotel California. Og sama þetta fyrir okkur að við getum við erum velkomin og þeir tekka okkur inn en svo þegar allir með tekka okkur út þá finnst engin hurð. Ég get svo sem rakið í mörgum skemmtilegum og leiðilegum viðbrögðunum frá þessum tíma þegar við vorum í þessum samningum sem voru aldrei samningar, þetta voru bara kröfur að uppfylla. Ég bara finnst í því að við hvetjum hvert annað á laugardaginn kemur og höfnum þessu svo einfallega og varalega með því að segja nei og ég held að þessi draumur okkar önnu þar sem við vorum að labba saman niður Bankastrætið og Laugaveginn og Bankastrætið og hún hringdi í mig snemma morguns til að segja mig frá því að við þarna verðum að labba fram til sigurs og við erum að labba fram til sigurs. Til sigurs. Takk. Þakkaði kærlega fyrir Jón. Já, þetta var skemmtilegt. Reyndar endaði draumurinn, Jón man það ekki, við endum á skrifstofu ráðuneytisstjóra, eða þess að hjá utanríkisráðuneytinu. Jón hélt stórkostlega ræðu þar, ég þagði og sagði nær ekki neitt, en ég sagði við Jón, þetta er merki það að þitt framlag í þessari baráttu hefur afgerandi áhrif til sigurs og ég trúi því alveg frekar berðdreimin. En hérna gaman að kom. Fyrir Jón í dag. Jú. Við getum aldrei nósamlega þakka Jóni hans framistöðu í fyrra málinu þegar já, pakkin var ekki opnaði. En næstur á mælendaskrá er Halldór Sigurþórsson, gjörðu svo vel. Takk. Góði fundamenn, formaður og
allir saman. Þetta er góðu fundur, ég bara hlakka til að sjá hvernig hann líður áfram. En ég hef náttúrulega ekki mikið við að bæta það sem hefur komið hérna fram, nema það að það þyktismál í gangi að mínum mati. Við í Frelsi og fullveldi, við erum áhuga félag pólitík, stjórnmál. Stjórnmálaflokkar eru áhuga menn stjórnmál, sikkur liðinni. Núna, í þessu kosningum 2009. Er ekki leyfilegt fyrir áhugamannafélag stjórnmál að vera með kosningareftirlit. Vegna þess að áhugamannafélögin sem standa að þessu eru ekki stjórnmálaflokkar. Það það voru ráðnir 12 lögmenn sem yfirkjörstjórn réði 12 lögmenn og nefndu 6 þeirra að hugsa já-fólkið og aðra 6 að hugsa nei-fólkið. Og síðan verður ekkert leyft neitt eftirlit á kjörstað. Við vitum það að það er langflest fólkið sem er á kjörstað og kjördeildum heiðarlegt og gott fólk. En það er ákaflega auðvelt að svindla í kosningum, tala ekki þegar það er ekkert kosningaeftirlit. Og ég vildi bara minnast á þetta, það ég vona að það verði góða ræður hérna eftir líka. Ég þakka fyrir mig. Kæra þakkir, Halldór. Næsta mælendaskrá er Inga Halldórsdóttir og það veit svo skemmtilega til að ég veit að hún er eins og allra öflugasta í kosningaeftirliti, bæði skipulagningu og á reynslu. Gjörðu svo vel, Inga. Já, góð kvöldið. Ég þakka fyrir góðan fund, alveg bara frábæra ræður og ég er með svona smá hugmynd af því að ég sé það sem er að ná til fólks núna eru stutt myndbönd, jafnvel þar sem að tala hraðað svolítið. Og ég sæi fyrir mér ef að við höfum einhverja klára einstaklinga sem getur stigið inn í það, að svona taka brot úr ræðum hér í kvöld, svo hnitmaða punkta sem skipta miklu máli, eins og til dæmis hjá Jóni Magnússoni þar sem hann segir að tala hvernig íbúðalánasjóður umgjörðin frá Evrópubandalaginu og svona góði punktar sem að ég man ekki alveg nákvæmlega núna, en það voru nokkuð punktar sem ég get trúað að væri svona kannski múrbrjótur fyrir inn í hugarheim jáfólksins, af því að það eru þessi atriði sem að virðast vilja reka þau til að segja já. En ef ég segi ykkur alveg svo ég hef ekki svo miklar áhyggjur að það sé fleiri sem vilji kjósa já heldur en nei. Ég meiri áhyggjur af svindli. Og ég fór og fletti upp bréfi, ég ætla að leyfa mér aðeins að segja frá þessari lífsreynslu sem ég var fyrir, óvænt. En það gerðist þannig að í forsetakosningunum 2020 að þá bauði ég mig fram í eftirlit og ég hélt ég væri bara að fara á kjörstaðinu, ég hef aldrei komið nálægt þessu. En einhvern veginn á síðustu stundum að þá mér veitt umboð ásamt annarri konu til þess að vera við eftirlit í stærsta kjördæmi landsins við talningu. Og ég var einmitt að ég veit ekki hvort ég get fundið akkurat núna og ég veit ekki heldur hvort þetta ætti að fara fá að vera þarna í myndbandi, en ég sendi, eftir að tala við lögfræðimenn, þá sendi ég athugasemd. Málið var þannig, til að gera langa sögu stutta, þá komum við þarna á staði, ég og önnur kona, algjörlega óundirbúnar, höfðum enga þekkingu og við komum þarna inn og við bara hlaupa niður og við að skilja eftir síman okkar og allt og bara koma þarna niður og við sem erum ekkert út í hvað við vorum að fara. Og ég veit meira í dag heldur en ég vissi þennan dag vegna þess að við gerðum þarna athugasemdir við frágang á lokum og fengum þær upplýsingar
ég fór að skoða kosningalögin í framhalda þessu, en við fengum upplýsingar það og komast að raun það að það þurfti að ganga þannig frá kössunum að það var ekkert að taka atkvæðaseðli úr kössunum, en það var ekkert sagt það að mætti ekki bæta í þá. En það sem gerðist og ég var bara að fattaði það ekki fyrir eftir að hafa manna alla kjörstaði í síðustu alþingiskosningum. Á höfuðborgarsvæðinu fekk með mér aðla í kraganum og höfðum samband allt land og við vorum innsigla allar kassum, þetta var mjög vönduð og þetta var mjög vel gert hjá okkur, við eltum kassana niður á talningarstæðina og við fylgdum þessu öll eftir. En það sem ég komst að þá að það eru bara 2 sendingar. Það sendingin sem að kemur til talningar klukkan 6, eða sem sagt, þegar það skipt, þá skipt kassa klukkan 4 og þeir kassa fara síðan niður eftir og ég haldi sjálf að fara rétt með tímasetningar og þeir kassar eru þá komnir á talningarstaðina þegar þeir koma í húsin að telja, síðan kemur önnur sending í lok kvöldsins þegar að kjörstaðir loka að þá kemur önnur sending. En við þessa talningu sem ég var viðstund, þá voru 3 sendingar. Og sendingin sem kom í milli tíðinni voru illa merkti kassar, það var bara miði og ég vildi óska þess að maður geti tekið mynd af þessu. En ég hélt, þegar við komum inn, að það voru 2 aðilar sem héldu utanum þetta, að þeir væru frá sýslumanni. Ég vissi ekki hvernig það skipaði þessar kjörstjórnir og allt þetta. Ég hélt þetta sýslumaður hlyti að sjá þetta. Það var náttúrulega engin öruggla, það var bara Securitas sem eru náttúrulega bara fyrirtæki í eigu einhverja einstaklinga. En við urðum vitni, ég veit það í dag, það eiga bara 2 sendingar, þar voru 3. Og ég veit líka að aðlarnir sem sáu, við vorum á staðnum, ég veit ekki hvað ég má ganga langt ég nefna hann, en viðkomandi sáum hélt utan kosningunum fyrir Guðnatíð á 4 árum áður og hélt síðan utan hjá Katrín Jakobsdóttir núna síðast. Og það eru mín tilfinning svo, eftir þetta sem ég hef komið stað og það sem ég hef búin að lesa mig til og skrifað og kynnt mér, að það sterkur vilji til þess að svindla og það eru aðalega sem eru sérfræðingar á því svið. Og þetta bara staðreynd. Og ég vil bara segja þetta, ég ætla ekki að lesa bréf en ég sendi bréf til Hæstaréttar á þessum tíma. Ég lagði á mig alveg bara 2 vikur á sumrinu besta veðrið í þetta og sem sagt, og þá köllum við eftir ritun sem við hefum látið gera þarna, ég held að veri aðlinn frá sýslumanni, en það var kosningarstjórinn sem það hefði verið 4 árum áður og hann hélt svona bókinu uppi og skrifaði eitthvað og maður treysti því að þetta hljóta að vera bara besta fólk og kvittum undir og þá stóð bara eitthvað allt annað þegar það kom, þannig að það var ekkert að nota. Þannig við komumst ekkert lengra með það en ég sendi bréf til Hæstaréttar og ég með það fyrir frá mig. Það sem ég útskýri í stóru dráttum hvað hefði gerst þarna, ég vissi þá reyndar ekki þessa 3. sendingu að hún átti ekki að koma, en ég veit það í dag. Og ég hef mestar áhyggjur þessu, það bara staðreynd. En sem sagt, já, ég láti þetta bara gott heita og bara gangi okkur öllum vel. Takk. Kæra þakkir Inga, þetta er bara mjög fróðlegt að heyra. Síðasti á mælendaskrá Guðmundur Karl Snæbjörnsson. Þú réttir upp hendi líka, þetta var alveg stereó hjá okkur. Ok, einhverju fleiri sem vilja taka til máls áður en loka mælendaskráni? Nei, það er bara fínt. Þá munu frummælendur nú fá orðið, svona, til stuttur að loka orða og Geir, þú er bara sama röðin, þannig að þú
Þið megið velja, hvor er á undan? Hann vill það. Bara verði hans vilji. Ég skal landa það. Fundarstjóri, góði fundamenn. Ég vil þakka ykkur fyrir og vísu hefði ég gjarnan viljað heyra í fleirum, en það gerist þó kannski bara eftir að fundi er slitið. Ég sagði við Ólaf Ísleifsson áðan að það væri nú, hann að fyrirgefa það, en ég teldi að við ættum að vekja athygli því hverju væru helstu sporgöngumenn jáfólksins, það að segja Ólafur Arnarsson, Hallgrímur Helgason og Sveinn Andri Sveinsson, til að sýna fram á hvað sé eðlilegt og hvað byrja að varast í sambandi við kosningar. Þetta er stórkostlegt sem að Anna var með það hvað fólk getur veira sér eða komið sér upp stóru húsnæði í Svíaríki og ég heimsótti vin minn á laugardaginn sem er á sjúkrahúsi. Hann er þar á 4 manna stofu og gerði mikið grín að því að hann hefði núna ekki nema 7 fermetri, en það er helmikið meiri heldur en að maðurinn í Gautaborg getur gert sér vonur að fá. Þannig ég mun heimsækja nú næsta laugardag eða sennilega á sunnudag því að ekki að fordjarfa kosningunni og segja það að hann getur verið mjög ánægður því að hann sé á við 2-faldan Svía. Ég ætla að benda ykkur á að það er miðstöð þessarar kosningabaráttu í turninum í Smáralindinni, Deloitte og Tusk turninum upp á 7. hæð, og þar er alltaf pláss fyrir einhverja sem að vilja koma og gjörva hönd á verkið, og það er það sem að skiptir máli. Það vill nú þannig til að ég hef verið 4 sinnum í Brussel til þess að ræða þar í ESB byggingunni við mismunandi ráðamenn Brusselvaldsins í mismunandi kapasiteti sem neytandi tvívegis, sem þingmaður og síðan þegar undirbúningurinn byrjaði fyrir að EFTA hraðlistin þar að segja sem byrjaði með því að samþykkja það að EFTA-ríkin færi í EES samstarf sem átti að vera svona inngöngudyr að gerast fullir aðilar. Í öllum tilvikum var spurt undanþágur og í öllum tilvikum var svarið þetta: það eru engar varanlegar undanþágur. Ekki fyrir nokkuð atriði sem snerta stjórnkerfi varðandi höfuðatvinnugreinar, þá eru engar undanþágur. Þannig að þetta var algjörlega tekið fram. Og síðan þegar verið var að tala hitt og þetta, að þá spurðu ráðamenn ESB, hvað er vandamálið? Af hverju gangið ekki bara í Evrópusambandið? Hvað er eiginlega vandamálið? Og þá var bent á að þetta verið svona spurningin fisk og annað í þeim túr, og þá sögðu þeir einfaldlega: af hverju talið þá ekki fisk? Af hverju það tala eitthvað allt annað? Og það er það sem að samningamenn Íslands hafa alltaf verið að tala eitthvað allt annað. Af hverju? Af því að þeir vita það fyrirfram. Þorgerður Katrín veit það líka fyrirfram. Kristrún Frostadóttir veit það líka fyrirfram. Að því að talið best að því og kemur að niðurstöðu varðandi það atriði, að þá komust við ekki hjá því að vera aðilar að fiskveiðistefnu Evrópusambandsins. Við getum hugsanlega fengið svona rausnarlega undanþágu eða sérlausn eins og Möldubúar að mega skaka eitthvað alltaf 6 mílum út frá landinu. Í kannski 5 ár, 10 ár eða 15 ár. Ef við komumst aldrei fram hjá því að við fáum enga varanlega sérlausn eða undanþágu. Það er ekki í boði. Og það munum menn reka sig á hér, hvað sem þeir sem segja, að það er niðurstaðan í því máli. Og mér finnst alveg
undarlegt í þessari umræðu að þá skuli upplýsingaóreiðan frá stjórnvöldum vera slík að það skuli fyrir að vera að deila einfalda hlut eins og þennan sem liggja svo kristaltært fyrir, eins og ég var að vísa til áðan í framsöguræðu minni, þar að segja undanþágur sem hafa verið veitt öðrum fiskveiðiþjóðum ekkert meiri heldur en sem ég nefndi. Við myndum ekkert fá meira. En við skulum gera okkur grein fyrir einu. Evrópusambandið bandalag sem stefnir að fullum yfirráðum í Evrópu. Að allar þjóðir í Evrópu verði innan ESB. Þeir munu gera það sem að þarf til þess að gera það eins og þeim hugað og það okkar að berja skegg því. Ég var mjög hrifinn af því þegar de Gaulle talaði Evrópu, sameinaða Evrópu frá Atlantshafi til Úralfjalla. Og það sögðu allir, nema ég, de Gaulle orðin brjálaður. Af því þá voru nú Sovétríkin sem að gnæfðu yfir öllu, en mér fannst þetta góð framtíðarhugsun. Framtíðarhugsun hvað? Jú, að þjóðir Evrópu geta verið saman, átt góð samskipti, fellt niður tolla, notið þess að notið verður, en láti síðan hvort annað í friði. Ef að Frakkar, Þjóðverjar, Ítalir, Hollendingar og Belgar vilja búa til sambandsríki, þá gerir þeir það, en leyfi öðrum í Evrópu sem vilja gera eitthvað minna eins og okkur, sem viljum bara vera í góðum og vinsamlegum samskiptum og eiga viðskipti, að gera það þá okkar hátt og viðurkenna það, en ekki reyna að svæla alla undir sig og inn í sig. Það var ekki það sem að menn sáu fyrir í upphafi þegar kola- og stálsambandið var myndað milli Frakka og Þjóðverja. Það var ekki það sem menn sáu eins og Ludwig Erhard á sínu tíma, sem var kanslari Þýskalands nokkru síðar, sá fyrir sér að ætti sér stað. Eitt atriði sem Ludwig Erhard varaði sérstaklega við, vald ofurstóru fyrirtækjana. Vald þeirra. Hann spáði ekki fyrir það sem hefur gerst að hluta til í Evrópusambandinu, að það hefur myndast bandalag milli þeirra ofurríku og svo furðulegt sem það verkalýðs aðalsins í Evrópu. Og það hluti sem slæmur hlutur. Ég ætla að benda ykkur á sem sagt í turninum á Smáratorgi á 7. hæð, að þar verið að vinna og þar eru menn að hringja og þar eru allra flokka kvikindi. Við Jón getum þess vegna leiðst þar inn hönd í hönd. Og já, gott hjá þér. Ég var ekki drag. Og það eitt sem við skulum hafa í huga, að baráttan fyrir frelsi, sjálfstæði og fullveldi íslensku þjóðarinnar, það að við virðum og höldum í okkar kristnu menningu, tungu okkar og aðal íslensku þjóðarinnar, það ævarandi barátta. Við erum í þessari orustu sem framundan og líkur á laugardaginn kemur. Hvernig sem það fer, þá stríðið samt ekki tapað. En við skulum reyna að vinna þessa orustu vegna þess að stríðið auðveldara ef við vinnum hana. Og við stöndum saman það að gera okkar besta til að svo megi verða. Takk fyrir. Fundarstjóri, góðir fundamenn. Ég vek athygli ykkar á því að Frelsi og fullveldi, ef þið farið inn á YouTube rás og stimplið inn Frelsi og fullveldi bara í einu orði, þá komist þið á þá slóð sem að hann Kristján var að sýna okkur hér á tjaldinu áðan eða á skjánum áðan og sýnir okkur vafalaust eftir að þessi texti hefur verið á skjánum hríð. En þetta textin sem verður borin upp hér undir fundin á eftir og bið ykkur að lesa hann. Þarf að lesa hann aftur frá ræðustóli. Ég talaði raunar fyrir þessum texta í framsögu minni hér áðan.
mér er svo mikið mál að tala fjórfrelsið sem ég verð að neita mér og það er alveg ákveðin þáttur í því sem að ég myndi alveg sleppa mér í og það er vörnin fyrir búfjárkynin okkar. Ef við álpumst inn í Evrópusambandið þá verðum við að gera ráð fyrir því að sjá eftir sauðfjárkyninu, kúakyninu, jafnvel hrossonum, kannski halda þau lengst velli, og geitunum sem að fyrir skömmu var bjargað frá útrýmingu. Þetta eru einstök búfjárkyn sem hafa þjónað okkur vel og hent okkur vel og ég má ekki til þess hugsa að þetta verði látið hverfa af vettvangi veraldarinnar út af fjórfrelsinu og kröfu gírugra manna endalaust meiri afurðir af skepnum, burt séð frá því, nú er ég farin að tala búfjárkyn og ég ætla að sleppa því, en mér kemur ævinlega í hug ræða sem ég heyrði fyrir 40 árum síðan, einnig í kvöld, og eftir að hafa heyrt loka orð Jóns Magnússonar vinar míns sem gáfu ekkert eftir framsöguræðu hans af innihaldi og gæðum. Til hvers er barist? Til hvers er barist? Fyrir 40 árum síðan þá var byggðastefna á dagskrá á Íslandi. Sum ykkar hafa heyrt mig vitna í þessa ræðu, ég ætla að gera það eigi síður aftur hér í kvöld. Byggðastefna var á dagskrá á Íslandi, allir fluttu góðar ræður hana, sérstaklega stjórnmálamennirnir, en séra Sigurður Pálsson í Hraungerði sem lengi var, vígslubiskup í Skálholti, flutti þá bestu ræðu sem að ég hef nokkuð tíman heyrt byggðastefnu. Og svo ræða að breyttu breytanda á við efni fundarins í kvöld. Þannig að ég ætla að vitna í ræðuna. Hún var haldin í Bæjarkirkju í Borgarfirði. Ég held að það verið 6 eða 8 manns sem hlýddu á hana. En Sigurður sagði, sú eina byggðastefna sem að ég þekki til og tek mark á, gengur út á það að viðhalda helgidómum þjóðarinnar. Og við sem sátum þarna inni, við hugsuðum allar ryðguðu litlu timburkirkjurnar sem að húktu á bæjarhólunum út allt í Borgarfirði eins og annar staðar á Íslandi og voru á þeim tíma mjög illa haldnar flestar. Ætlar nú að fara að tala viðhald á kirkjum. En Sigurður sagði, sú eina byggðastefna sem ég tek mark á gengur út á það að varðveita og viðhalda helgidómum þjóðarinnar. En helgidómar þjóðarinnar er hvers á staður upp til heiða, inn til dala, út til nesja og miðunum við landið sem þjóðin hefur helgað með lífsbaráttu sinni aldirnar. Þetta ræður heilmiklu fyrir mér það hvað ég segi á laugardaginn. Ég segi nei, takk fyrir. Já, kæra þakkir. Fyrir síðustu orðandi. Nú verður gengið til atkvæðagreiðslu ályktun stjórnar og mér langar til þess að biðja fundagesti að þeir sem eru samþykkir ályktuninni að þeir réttu upp hönd. Já, þetta telst vera, meiri hluti hér. Er einhverjir á móti? Samþykkt. Já, ég sá það voru allar hendur á lofti áðan, þannig að þetta telst samþykkt. Takk, kæra þakkir. Og Ólafur Ísleifsson, hann mun núna loka fundinum en ég ætla sjálf að þakka kærlega fyrir frábæran fund og þáttöku. Ólafur Ísleifsson, gjörðu svo vel. Þetta er sannlega búið að vera ánægilegt kvöld í kirkjunni og ekkert annað eftir en að þakka þetta fyrir þessar frábæru framsöguræður
sem að við fengum að njóta hérna og sömuleiðis ágætt framlag fundamanna eins og mátti vænta í þessu ágæta félagi. Ég vil minna á það að það er aðalsmerki þessa félags að hér hafa allir málfrelsi og það er höfuðatrið. Það er þannig í sumum flokkum að menn fá ekki að komast að hljóðnum að nema þeir sé að spurja einhvert virðingarmenni í þeim flokki eða samtökum einhverja spurninga. Hér er engin slík krafa. Hér bara geta menn tala frá sínu brjósti og sagt það sem að þeir kjósa og þetta er aðalsmerki þessa félags. En ég þakka bara aftur fyrir fundin, þakka ykkur fyrir góða fundarsettum svo sagt var í Sjálfstæðisflokknum í gamla daga og óska ykkur góðrar heimkomu í kvöld. Takk ykkur kærlega fyrir.